Þá er næsti liður, þriðji liður, skilgreining á svæðisbundnu hlutverki Akureyrar. Rætt svæðisbundnu hlutverk Akureyrar með hliðsjón af skýrslu starfshóps á vegum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti sem kom út ágúst 2021. Til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar. Þingsályktunartillaga stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022 til 2036 var samþykkt á Alþingi 15. júní síðastliðinn og samhliða henni aðgerðaáætlun til 5 ára. Áætlunin lýsir stefnu ríkisins í byggðamálum og er ætlað að stuðla að jákvæðri þróun byggða land allt og bæta skilyrði til búsetu. Í aðgerðaáætluninni er viðurkennd sú þörf að hér á landi sé mótuð ný borgarstefna sem horfir ekki aðeins til höfuðborgarsvæðisins, heldur einnig til hlutverks Akureyrarsvæðisins fyrir byggðaþróun í landinu. Þetta er markverð breyting frá fyrri byggðaáætlun, þar sem einkum er horft til þess að mótið þurfi höfuðborgarstefnu hlutverk Reykjavíkur. Hin nýja tillaga víðtækari borgarstefnu byggir meðal annars á skýrslu starfshóps sem skipaði var af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra í október 2020 og fékk það verkefni að skilgreina svæðisbundið hlutverk Akureyrar. Umræða af þessu tagi á sér líka nokkun aðdraganda hér á nærsvæðinu og ber þar helst að nefna sóknaráætlun Norðurlands eystra sem var samþykkt árið 2019. Þar er meðal annars lagt til að Akureyri verði skilgreint sem borgarsvæði og því má segja að svæðisborgin Akureyri sé í reynd viðurkennd stefna sveitarfélagana í landshlutanum öllum. Grundvallar hugmyndin sem liggur að baki slíku ákalli er sú að þjónusta sé aukin á svæðinu og innviðir hér eldir og að þannig verði til mótvægi við höfuðborgarsvæðið sem þjónar hagsmunum allra íbúa. Í fyrrnefndri aðgerðaáætlun til 5 ára er innviðaráðuneytið tilgreint sem ábyrgðarráðuneyti þegar kemur að því að móta nýja borgarstefnu og Akureyrarbær og samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra eða SSNE útnefndir framkvæmdar aðilar. SSNE er sannarlega vel í stakk búið til að halda utan þann samráðsvettvang sem nauðsynlegur er til að tryggja að unnið sé í takt við þarfir íbúa, það er að segja íbúa hér á svæðinu öllu. Þar mun Akureyrarbær eiga sína fulltrúa en einnig önnur sveitarfélög sem eiga aðkomu að þessu samtali. Ný stefna hlutverk og uppbyggingu Akureyrar sem svæðisborgar sem geti boðið upp á aukna fjölbreytni í þjónustu, menningu og atvinnutækifærum kallar hins vegar á skýra framtíðarsýn þróun bæjarfélagsins. Slíka sýn verður að ríkja þverpólitísk sátt og í ljósi þess tel ég mikilvægt að bæjarstjórn með aðkomu allra bæjarfulltrúa hafi góða yfirsýn yfir þróun mála og hafi tækifæri til að móta sitt innlegg í umræðuna. Og því legg ég til eftirfarandi tillögu. Að bæjarstjórn setji á fót vinnuhóp til að fjalla uppbyggingu Akureyrar sem svæðisborgar og sem tekur til frekari athugunar, undirbúning, gagnaöflun og aðkomu Akureyrarbæjar að mótun slíkrar stefnu. Takk fyrir. Við þökkum Gunnar Már Gunnarssoni fyrir og næsta máls bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Gunnari Má fyrir að hefja hér umræðu svæðisborgina Akureyri í bæjarstjórn og einnig fyrir bara mjög góða yfirferð yfir stöðu málsins. Ég tek heils hugar undir þau orð bæjarfulltrúa Gunnars Más að framtíðarsýnina þróun sveitarfélagsins þurfi að ríkja þverpólitísk sátt og að allir bæjarfulltrúar hafi góða yfirsýn yfir þróun mála og taki þátt í umræðinni.
Þannig að fulltrúar Akureyrarbæjar komi þá vel nestaðir og með skýrar hugmyndir inn í stóra samtalið sem líklega verður stýrt af innviðaráðuneytinu hlutverk og uppbyggingu Akureyrar sem svæðisborgar. Óformlegt samtal milli SSNE og innviðaráðuneytis nú þegar hafið af frumkvæði starfsfólks SSNE í framhaldi af yfirferð þess yfir aðgerðir stefnumótandi byggðaáætlunar, sem bæjarfulltrúi Gunnar Már vísaði í ræðu sinni og samþykkt var á Alþingi í sumar. Samtalið við ráðuneytið enn á óformlegum nótum og hefur fyrst og fremst snúið að því að ræða hvaða verklag verði best að viðhafa við vinnuna. Hugmyndir þeirra í ráðuneytinu eru nokkuð ómótaðar ennþá og því mögulega tækifæri fyrir aðila að sýna frumkvæði og hafa áhrif á framhaldið. Niðurstaða þessa óformlega fundar milli SSNE og innviðaráðuneytis var sú að ákveðið var að kalla saman þann hóp sem vann skýrsluna svæðisborgina Akureyri til að heyra álit þeirra sem í honum voru á mögulegu framhaldi vinnunar. En sá fundur áætlaður á 5. dag í þessari viku. Stefnt að öðrum fundi með aðilum úr innviðaráðuneytinu í næstu viku. Það því ljóst að samtalið svæðisborgina Akureyri hafið þó á óformlegum nótum sé og því rík ástæða fyrir okkur að fara í þá vinnu sem bæjarfulltrúi Gunnar Már leggur til að afla gagna, skýra stefnu og helst af öllu ná þverpólitískri sátt skýra framtíðarsýn þróun sveitarfélagsins. Farsælast tel ég vera að sú vinna fari fram á vinnufundi bæjarstjórnar svo að allir bæjarfulltrúar séu eins og áður var rætt, vel upplýstir og taki þannig líka virkan þátt í mótun framtíðarsýnar svæðisborgina Akureyri. Takk. Þökkum Láru Halldóru Auðsdóttur fyrir sitt framlag. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Hilda Einar Gísladóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka bæjarfulltrúa Gunnari fyrir hans yfirferð og að vekja máls á svæðisbundnu hlutverki Akureyrar. Við höfum rætt þetta í allnokkur ár, allt frá því að leggja þetta fram sem tillögu rauninni 2018 og inn í sóknaráætlun landshlutans þar 2019 og það kannski sem að mig langaði að ræða hérna í dag kannski sérstaklega það að það hefur verið okkur ákvæmlega, manni finnst þú hlutinni ganga svolítið hægt, getum alveg sagt það, af því að ég held ég hafi lagt fram þessa tillögu svæðisborgina 2018 sem kemst síðan inn í sóknaráætlun, sem kemst síðan inn í byggðaáætlun, sem kemst síðan inn í stjórnarsáttmála og svo erum við núna, það sem sagt búið að ákveða að gera eitthvað og hvað á þá nákvæmlega að gera. Og það liggur auðvitað fyrir þessi skýrsla, þessa starfshóp sem að ég og bæjarstjóri sátum í fyrir hönd Akureyrarbæjar og munum sitja þennan fund á 5. dag sem að bæjarfulltrúi Lára Halldóra nefndi hérna áðan og ég tek svo heilsugar undir líka með bæjarfulltrúi Lára Halldóra við þurfum, tækifærið allt okkar. Þetta líka svo óskrifa blað og við þurfum að vera svo on it, svo ég leyfi mér að sletta á því hvaða nákvæmlega sem við viljum að koma út úr þessu, annað en orð á blaði. Við lékum okkur alls konar með þetta hugtak, fórum að tala borg, bara aðalega vegna þess að kannski sumir, það vakti ekki að sérstaka athygli að tala svæðisbundið hlutverk Akureyrar, en þegar við fórum að tala Akureyrarborg þá allt í einu svona fór fólk aðeins að tala þetta allavega. En þetta borgardæmi auðvitað í rauninni algjört aukaatriði, þetta snýst svæðisbundið hlutverk þessa svæðis og hvernig við sjáum fyrir okkur byggðaþróunina. Og það snýst ábyrgð Akureyrarbæjar, ég veit að tiltekna þjónustu og síðan hvernig á fjármagnana, til hvers ætlast aðrir íbúar af þessu svæði, þá sem svona innan gæsalappa þessa second city á Íslandi, þar að segja önnur borgin, hin borgin á Íslandi í merkingunni ekki að hún sé stórborg, heldur að hún bjóði upp á ákveðna þjónustu fyrir ákveði landsvæði en ekki endilega aðeins sín landamæri. Ég tek því heilsugar undir með bæjarfulltrúa Gunnari að stofna vinnuhóp til þess að við séum tilbúin með tillögur sem að við erum
sammála sem eru byggð á gögnum sem við getum fengið frá okkar starfsfólki, en ofboðslega mikilvægt að við lítum ekki á þetta sem einkamál Akureyrarbæjar. Þetta verður að vera samstarfsverkefni sveitarfélaga í okkar landshluta, þar sem við erum ekki að fara fram bara á okkar forsendum, að þetta snýst líka ábyrgð og skyldur gagnvart öðrum, og við þurfum að vera reiðubúin til þess að taka við þeirri ábyrgð og skyldum fyrst að á að fela okkur hana. Þannig að þetta er svolítið jafnvægis kúnst, en það getur skipt samt óbúslega miklu máli að við séum tilbúin, því að við höfum séð það að þetta er svolítið eins og að snúa næstu í olíuskipi, að ná einhverjum árangri í því að horfa með þessum hætti á byggðaþróun á Íslandi, og við megum eiginlega ekki missa tækifæri núna. Ef að við gerum ekki eitthvað núna þegar að ríkisstjórnin er með þetta í stjórnarsáttmálum sínum og þetta er inn í byggðaáætlun og það er verið hreinlega að fara að segja og hvaða tillögur eru þið með, þá þurfa þær að vera dálítið skýrar. Hvað erum við að meina nákvæmlega? Hvaða fjárhagslegu gögn eru á bak við það? Er það sem okkar félagar og nágrannar vilja og ætlast til á okkur? Og hvernig á þá fjármagnað og hvernig er hægt að horfa með sanngjarnum hætti á það verkefni? Þannig að þetta er ekki alveg einfalt mál, og ef að við viljum sýna frumkvæði og teikna á þetta blað sem er fyrir framan okkur, er dálítið aukst og við höfum tækifæri til að grípa það, að þá ættum við að gera það og taka það mjög föstum tökum. Takk fyrir. Þökkum bæjarfældur Hildi Jónu Gísladóttur fyrir, orðið er laust. Þá ætlaði að biðja varaforsta Höllubjörg Reynisdóttir. Já, varst þú? Afsakið, ég sá ekki höndina. Bæjarfældur Sunna Hlín Jónasdóttir, gjör svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, þakka bæjarfulltrúar Gunnari Má fyrir að taka þetta mikilvæga mál upp hér sem er að mínu mati eitt af mikilvægari verkefnum okkar á kjörtímabilinu. Samkvæmt stefnumótandi byggðaáætlun eins og hefur komið fram, þá er Akureyrarbær einn af framkvæmda aðilum að því að móta þessa stefnu sem á að vinna 2022 til 2023 samkvæmt aðgerðaáætlun, og þá verðum við að koma vel undirbúin til leiks. Sem dæmi skilgreina hvaða ávinningu viljum sjá af þessari vinnu og á hvaða viljum leggja sérstaka áherslu á. Og síðast en ekki síst að ýta á eftir þessari vinnu af fullum krafti. Hér er einstakt tækifæri til að efla okkur samfélag og landshlutann í heild sinni. Við bæjarfulltrúar Framsóknar höfum hafið samtal við okkar bakland og vonum að þeir bæjarfulltrúar sem eiga aðild að gildandi stjórnarsáttmála, þar sem þessi vinna er tilgreind, gerir slíkt því sama og til dæmis væri upplagt að nýta komandi kjördæmisviku til þess. Ég styð því tillögu bæjarfulltrúa Gunnars Má að við stofnum til þessa vinnuhóps og ég þakka fyrir góða tölu bæjarfulltrúa Láru, en áttum ekki alveg á hvort að meirihlutin hafi verið að hafna þessari tillögu eða ekki, að þeim sýndist ekki fleiri ætla að taka til máls. En hér eru 4 mál á dagskrá, því nægur tími til að ræða þetta mál og við eigum að nota bæjarstjórnarfundi til að ræða svona mál. Ég trú ekki öðru en við róum öll í sama átt kemur að þessu verkefni og því mun skilvirkari að vinnuhópur taki þetta mál strax föstum tökum og leiði þessa vinnu. Vinnuhópurinn mun svo sjálfsögðu kynna þá vinnu fyrir allir í bæjarstjórninni og eiga í stöðugu samtali við bæjarfulltrúa. Minni á að það hafi verið stofnaði vinnuhópar fyrir mun minni tilefni en þetta og engin á störfum sem stendur. Takk fyrir mig. Takk fyrir Sunna Hlín Jónasdóttir. Til máls tekur Hallabjörg Reynisdóttir, bæjarfulltrúi, svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja að þakka bæjarfulltrúa Gunnari Má fyrir að ég setja máli á dagskrá og tek undir með bara þeim bæjarfulltrúum sem hafa komið hérna undan og vera að reifa þessi mál, þar að segja hugmyndina svæðisborgina, og það er kannski ástæði þá líka til þess að þakka bæjarfulltrúa Hildi Jónu Gísladóttir sérstaklega fyrir hún hélt á þessu máli svona fyrir okkar hönd á síðasta kjörtímabili og bara keyrði máli áfram, og við vorum svo sem öll mjög áhugasöm það hvort þetta að
fá einhvers konar viðurkenningu á því hlutverki sem við sannarlega höfum. Þú veist, við erum með þetta svæðisbundna hlutverk sem einhver svona þjónusta stærra svæði og við viljum gera það vel og hvað þýðir það og hvort að ríki væri tilbúið að koma með okkur í að einhvern veginn svona forma það, hvernig búum við til aðra borg á Íslandi, eitthvað mótvægi við suðvestur hotni og svo framvegis. Og hvernig var Reykjavíkurborg þegar maður skoða söguna og velti fyrir sig hvernig Reykjavíkurborg var tekin ákvörðun að yrði borg í Reykjavík. Þá settu þau niður ábyrgðar stofnanir og svo það kostaði pening og það kostaði afl og það kostaði vinnu. Og það kannski það sem við erum að leita eftir og kannski kalla eftir og eins og bæjarfulltrúi minni með Hilda Jana kom inn á að þú veist bara hvað þýðir, hverju næstu skrif, hvað getum við gert núna, hvað viljum við til þess að við öðlumst þetta viðurkennda hlutverk. Og þú veist í mínum huga og við vorum ræddum þá á síðasta kjörtímabili að það var svona kannski auðveldast var einhvern veginn að sjá á hvað ríki kæma rekstri menningarstofnana og eitthvað svona sem við höfum verið að kalla eftir lengi. Þetta eru stofnanir sem við erum fyrir miklu stærra og þjónusta miklu stærra svæði en við stöndum straum af ein og sér hérna í bænum, reyndar með menningarsamningi frá ríki en þú veist við höfum haldið því lengi fram að hann sé ekki nægjanlegur. Og það eitt og annað og við þurfum með þetta að setjast niður og halda og teka undir með bæjarfulltrúa Sunnu sem að nefndi hérna að við þurfum að koma vel undirbúin til leiks. Af því að núna er allt að fara af stað aftur, bæði ríkisstjórnin, hvernig sér hún það fyrir sér gerast og hvernig viljum við þetta gerist og við þurfum að vera tilbúin. Af því hún kallaði eftir hvort að við værum ósammála tillögunni þá fannst mér og bæjarfulltrúi Gunnar kannski skýri það betur að tillagan snerist að vísa þessu inn í bæjarráð og þaðan yrði skipað í vinnuhóp. Og þú veist það sem kom allavega fram í máli bæjarfulltrúa Láru Halldóru var að kannski ættum við að byrja að halda vinnufund bæjarstjórnar þar sem við erum öll og getum þá öll tekið þessa og þá vísað eða ef við viljum setja á stað einhvern vinnuhóp þá væri við hér öll á einhverjum vinnufundi. Hvor leiðin, þú veist, ég hallast meira því að við tækjum þetta öll hérna sem bæjarstjórn því að við getum auðvitað tekið umræðu hér en það er svolítið erfitt að skipa og klára það mál á svona opnum fundi eins og formið á bæjarstjórnarfundum er. Þannig að það þyrfti kannski að vera að vísa þessu til einhvers vinnufundar. Svo mætti þess vegna vísa þeim til bæjarráð sem fer í sjálfu sér með þessi mál sem slík, þú veist svona stjórnsýsluleg, hvernig á að vinna þetta og svo framvegis og við höfum svo falið SSNE að einhverju hluta að fara með verkefni fyrir okkar hönd þó að við þurfum að vera með skýra sín eins og bæjarfulltrúi Sunna einhverja hérna og þið eru öll talað en ég svona hjó eftir í þar. Þannig að svona mín sín væri svo að þú veist byrjum á vinnufundi, við getum tiltölulega hóað í hann fljótlega og tökum málið þaðan, hvort við vísum þá inn í bæjarráð eða slíkt. Þannig að það væri svona, já, ef ég tek undir með bæjarfulltrúa Láru Halldóru. Þakka bæjarfulltrúa Höllu Björk Reynsdóttur, orðið er laust. Bæjarfulltrúa Gunnar Gunnarsson, svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúi, þakka öllum þeim hér sem hafa tekið til máls og tekið undir með einum öðrum hætti undir þetta mál. Ég fæ kannski bara í kjölfari að bæjarfulltrúa Höllu að svona hnykkja á tillögun og kannski þannig að hún verði skýrari og hnitmiðaðri að svona lagana aðeins til og segja bæjarstjórn felur bæjarráði að ganga frá skipun í vinnuhóp svæðisbundi hlutverk Akureyrar og erindisbréfi vegna hans. Það er þá tillagan en auðvitað á þann fund bæjarráðs má vel hugsa sér að bjóða bæjarstjórn inn á þann fund. Takk fyrir. Þökkum Gunnarum að Gunnarsinni, orðið er laust. Brynjólfur ætlar ekki að taka til málskilina. Þá ætla ég að biðja varaforstjóra Höllu Björk Reynsdóttur taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Já, þá tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn. Þakka fyrir.
Forseti, aðri bæjarfulltrúar. Ég ætla að þakka bæjarfulltrúum Hildu, Sunnu, Gunnari og Höllubjörg fyrir góða umræðu svæðisbundnu hlutverki Akureyrar. Þetta er gríðarlega mikilvægt málefni. Ég er sammála því öllu sem hefur komið hér fram. Síðasta kjörtímabili hafa verið starfandi hátt í 20 vinnuhópar sem hafa gengið misvel. Má fóra eins í gegnum það. Það sem við erum að leggja til hér meirihlutinn að við höldum vinnufund, förum vel um málin og sjáum hvort að þurfi að hafa vinnuhóp sem þá á launum, það er að segja fær borga fyrir sín störf. Númer 1 og 3 þá þurfum við náttúrulega að samfæra ríkisvaldi frekari vinnu og mótun aðgerðaáætlun á þessu sviði er algjörlega 100% þörf. Án aðkomu þess gerist líklega ekki neitt. Fyrirmyndin grunnurinn er settur í skýrslunni og skilgreina það nánar hvað er átt við í hverju málaflokki. Annars er skýrsla mjög góð, en við þurfum að vinna með sveitarfélögunum í kring í samvinnu við SSNE og SSNVAF og mögulega fleirum. Einnig getur verið að við þurfum að vinna með samband íslenskra sveitarfélaga, þannig að það er margt í þessari skýrslu sem við erum eftir að ræða. Þess vegna er tillaga mín við bókun að bæjarstjórn leggur til þess að verði haldið vinnufundur bæjarstjórnar í lok september eða október til að fjalla uppbyggingu Akureyrar sem svæðisborgar sem tekur til frekari athugunar, undirbúnings, gagnaöflun og aðkomu Akureyrar á mótun slíkra stefnu. Annars ítrekka ég það að málefnið er gríðarlega stórt og mikilvægt og leið og vinnufundi er lokið, þá myndi fara mikil vinna í gang. Takk fyrir. Já. Þá fær ég heim Erni Árnasyni, aftur stjórnfundarins. Þakka þér fyrir, bæjarfulltrúi Hallabjörg. Það var orðið laust. Nei, þá þurfum við að leggja bókun Gunnars, tillögu Gunnars sem var svo hljóðandi. Gunnar, varstu búin að senda mig tillöguna? Varstu búin að breyta hérna þessu ekki? Takk fyrir. Tillaga Gunnars, bæjarstjórn felur bæjarráð að ganga frá skipun í vinnuhóp svæðisbundnu hlutverk Akureyrar og erindisbréfi vegna hans. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. 4. Þá er það tillaga Heimis. Þeir sem eru á móti fyrir ekki við. 6. Það eru 6. 4 með. Tillaga Heimis Arnar Árnasonar. Bæjarstjórn leggur til að vera haldinn vinnufundur. Bæjarstjórnar í lok september og október til að fjalla uppbyggingu Akureyrar sem svæðisborgar og tekur til frekari athugunar, undirbúning, gagnaöflun og aðkomu Akureyrarbæjar að mótun slíkrar stefnu. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það eru 6. Þeir sem eru á móti. 4. Og eitthvað sem sittir hjá, það er bara farin á fundinu. Þetta er nýtt. Það er kannski spurning að bóka hann að vikja fund. Já, það er ekki bara ágætt. Endilega. Þá er tillagan samþykkt með 6 atkvæðum.